Nú byrjum við í 19. kaflanum mótora og við erum að byrja á 3 fasa mótorum. Tengihólfið á þeim mótorum lítur út svona. Endar vaðanær vaktir sem sagt U1, U2, F2 og F1, F2. Og við sjáum hérna tenginguna til vinstri. Þá erum við með stjörnutengingu, þess að annar endi vaðanær tengist saman og hinir endarnir tengjast út í aðalspennuna. Svo höfum við hérna spennumerkingu hérna fyrir neðan og þegar við erum með stjörnutengingu þá gildir það fyrir hærri spennumerkingu mótorsins eins og hérna til dæmis 690 volta spennuna. Ef að það væri kerfisspenna. Og þá þurftum við að tengja þennan mótor sem væri merktur 690 volt gátur 400 volt. Venjan kannski sú að, eða þetta kannski alveg gangur á því hvort spennan á undan, lægri eða hærri spennan. En við þurfum alltaf að átta okkur því að lægri spennan á alltaf við þríhyrningstenginguna. Og þá sjáum við hérna myndina til hliðar, til hægri, þríhyrningstenging, þá tengjum við hérna beint yfir og vöfin náttúrulega liggja bara alltaf eins hérna á milli. Endi vaðanna U1, U2 og svo framvegis. Og hins vegar eru skinnurnar sem að fylgja með mótornum. Við getum sett mótorinn fast í þríhyrningstengingu og þá liggja skinnurnar hérna beint yfir. Frá U1 yfir í 2 og F1 yfir í U2 og 2 í F2. Og það þá fyrir lægri spennumerkingu mótorsins. Ef við erum með 400 volta net sem mjög algengt, 3 fasa 400 volta net, þá myndum við tengja mótorinn í þríhyrningstengingu ef hann merktur 400/690 volt eða eins og í þessar gröð hérna líka. Það rauninni breytir ekki í hvor megin hérna spennumerkingin fyrir stjörnuna eða þríhyrningin við áttum okkur á því að lægri spennan alltaf það sem að gildir fyrir þríhyrningstenginguna. Þetta stundum kallað DE-tenging eða DE stendur fyrir delta og delta þríhyrning. Ok, svo varðandi mótorinn sjálfan, þá byggingu hans, þá hérna eru við aðeins þetta fyrir í kaflanum. Þetta kallað skammhlaupsmótor og við sjáum það á þessari mynd hérna að nafnið dregur af byggingu snúðsins að snúðliðarnir eru skammhleyptir í endana og það gert með þessum hringjum hérna sitt hvoru megin. Og síðan liggur þess að bara eru járnþynnur á milli og þetta ætlum við að skoða í þá myndbandi sem hérna rétt bráðum sett í gang og þetta þynnur sem þær raðast upp bara svona eins og sést á þessari mynd hérna 93 og það til þess, þetta sett upp í svona þynnur til þess að minnka hvirfilstraumstök og segultregðu tök. Og það svona yfirleitt gegnumgangandi í þessum rafhlöðum að það þarf að minnka þessi tök og þessa varmamyndun sem í rafvélum. Hér sem sagt þá svona skurðarmynd af mótornum og svona sjáum að samsettan eiginlega snúðinn og svo kælufta hérna endanum til að draga loft í gegnum hann og tengihólfið þetta á honum og þá hérna ætla ég aðeins að fara betur í byggingu og virkni snúðsins
með þessum tengli hérna sem að er hér sem að ég get sent ykkur, það er þessi tengill hérna. Þetta er skjal og þetta er textaskjal sem er undir efni á innunni og það er hérna mótora, sem sagt það eru tenglar fyrir mótora, sem sagt. Það hérna, tenglar fyrir rafmótora. Það er best að opna þetta bara í sem sagt, já, notepad. Það er ekki hörðið. Jú. Það er notepad. Og hérna, þá sjáum við það. Hvað er átt við að segja að mótor sé ósamplasa? Og stutta svarið við því gæti verið að snúðurinn er ekki á sama hraða og hverfisegulsviðið. Stutta svarið við spurningu 2 sem sagt hvert er hlutverk sáturs í ristflönsmótorum? Það er að mynda hverfisegulsvið. Svo í spurningu 3 þá erum við að lenda í þessu að skipta snúningsátt á mótor bæði við álagsvogina, þannig að við fáum álag á mótor og líka við færibandaverkefni. Þar þurfum við að skipta snúningsátt ef að hún er í upphafi til þess að ekki rétt hjá okkur. Þá þurfum við að víxla einhvers staðar einhverjum tveimur fösum. Það er þá svarið við þeirri spurningu. Aðalástæðan fyrir því að snúðspenna skammhlaups er miklu lægri en mótspennan í sáturvöðvunum er nefnilega sú að snúðeðarnir eru stuttir og sverir. Við höfum ekki 1904 á blaðinu. Já, við ætlum að sleppa því. Ok. Það var sleppt á þessar spurningar. Hún er ekki talin upp í hérna í þessum dæmum sem við varum að taka. Svo hérna í 1905 þá hefur við að reikna skrikun 4 póla mótors sem þannig á 2 pólpör. Hún er tengd yfir 50 eða kerfi, snýst 1415 súrur á mínútu og við erum að reikna skrikunina. Já, við getum gert að þetta er þá fyrir að tala hlutfallslega skrikun í þessu tilfelli hérna. Og þá notum við þess að formúluna ns mínus n, ns er samfangsmínus n, 1500. Þegar við reiknum út hérna, ns, það er 60 sinnum tíðni, kvikkjurinn, deilt með 2 pólpörum og fáum þetta á 1500 snúninga á mínútu. Og það er ns. Og svo draugum við 1415 snúninga sem að mótorinn snýst á. Og það er mismunurinn. Það er rauninni skrikun í snúningum á mínútu, þessi mismunur á 1500 og 1415. En til þess að fá hlutfallslega skrikun, þá deilum við hérna með ns, með samfærsins snúningshraða, með 1500 aftur hérna. Og þá fáum við þessa hlutfallslega skrikun sem er 0,0567, og þetta er rauninni bara tala, einingalaus tala. Þegar við köllum skrikun, S, lítið S.
En af því að þetta hérna þá sem sagt, getum við aðeins farið yfir það hvernig tíðnin í snúðum eða snúðströmmum í mótornum breytist. Sko, ef að við erum að ræsa mótor, í hvaða stöðu er þá snúðurinn, á hvaða hraða er snúðurinn? Hann er stoppinandi, hann er kyrr. Við getum líka bara að festa hann. Og já, eins og við hefum gert út í stofu 106. Og tíðni snúðströmsins þá, ef við setjum spennu á sátrið, þá erum við með tíðni rafmagnsins sem við erum með 50 rið. Þá er tíðni snúðströmsins 50 rið. Af því þá er hann í rauninni bara, já, við getum líkt á því bara hennar spenning. Að eftirvafið er snúðurinn sem er fastur, það eru 50 rið. Og hann tekur mikið strömm náttúrulega og eða formafið er þá sátrið. Það er bara eins og spennir. Eftirvafið, það er 50 rið líka vegna þess að við erum að reyna að spana strömm í því og það er heilmikið átak sem að hér er á snúðinn. En hann getur verið fastur og við getum haft hann í smá stund þannig til þess að gera mælingar og annars slíkt. Svo að við getum líka reiknað tíðni snúðströmsins með þessari formúlu sem við höfum bæði í formúlublaði og útskýrt í bókinni. Og R-ið stendur fyrir rótor og F fyrir tíðni. Tíðni rótorsins eða tíðni snúðsins er þá sem tíðni sem skrikur sem 50 sinnum 0,0 sem skrikurinn sem við reiknum út hérna áðan. Margföldum tíðna sem skrikurina, þá fáum við tíðnina í ritum, í hertzum. Þannig að tíðni snúðströmsins við þessa hlutfallslega skrikurinn 0,0567 er 2,83 rit. eða 2,83 hertz. Þannig að þetta er alveg hægt að reikna út og sem sagt, við aukið álag þá eykst tíðni snúðströmsins og ef við aukum álagið það mikið að hægir á sér alltaf meira og meira, endar á því að það verða 50 rit. Snúðströmmin, þegar hann verður á að stopp. Sem sagt sama tíðni í sátrinu og snúðunum ef að snúðunum eru alveg kyrr. Þannig ástand er til dæmis í ræsi augnablikinu. Ok, ég ætla ekki að eyða allt of löngum tíma í þetta. Þegar hér kemur svolítið erfið spurning, hvernig breytast eftirtaldar stærðir með auknu álagi á skammfljótsmótor? Í fyrsta lagi hvernig breytist sátustraumur? Hann eykst, sátustraumurinn eykst með auknu álagi. Það er nú ósköp auðvelt að hugsa sér það. Að við þurfum að koma meiri álagi út eða meira snúðinsvægi út frá mótornum og þurfum við meiri straum. Nú, hvernig breytist snúðinsvæðin? Snúðinsvæðin, hann minnkar náttúrulega með auknu álagi. En aftstöðin, þess að kósinus phi talan, hún eykst, hún stækkar. Þess að aftstöðin eykst með auknu álagi. Þannig að það er meiri hluti af aflinu verður raunafl sem að vera mótorinn að yfirfæra raforku yfir í hreyfiorku. Þannig að rafafli yfir í hreyfiafl. Þannig að það eykst alltaf meira og meira og þannig að afstöðunin eykst vegna þess að P, raunaflið, verður alltaf meira og meira í hlutfalli við
sýndaraflið, sko. Það verður alltaf minni munur á sýndarafli og raunafli, en launaflið helst svona tiltölulega stöðugt. Það tekur alltaf sama launafl að segulvagnar mótorinn yfir allt álagssviðið. Þetta verður C-liðurinn, afstöðunin, hann eykst. Síðan það D, tíðni snúðstraumsins sem við vorum að tala um áðan, að tíðnin, sem sagt, hún eykst. Tíðni snúðstraumsins eykst með auknu álagi. Það stutta svarið við þessi hérna. Já. Hversu miklu afl að skila? Já. Út úr. Afl út á mótorásinn, sem sagt. Hverju er hann að skila, sem sagt, hreyfiafli, P út. Og þá getum við notað vægisformúluna, sem við kallum svo. Hann snýst 1450 snúðrúm, hefur snúðvægið 49 Newtonmetra og þá er spurt P. Aflið er raunafl. Ef það er bara beðið afl munið eftir því, þá er að tala P. Erum búin að fatta að það er verið að spila P? Þá er kannski skoðið, er eitthvað annað sem er öðum? Nei, það er bara P. Það er ekki S, P. Hvernig miklu afli P skilar hann? Og þá notum við formúlan, sem sagt, vægisformúlan hérna og snúðum henni fyrir P út og þá er það snúðningsvægið N, stóra N-ið. Þið hafið notað stórt T í vélfræðinni þegar ekki fyrir tork og það er N sinnum 2pi sinnum snúðningsvægið deilt með 60. Af því að aflið er í 50 eða tíðni, þess að 50 eða tíðni, en snúðningarnir er í snúðningum á mínútu og þá þurfum við að deila með 60 hérna. Þá erum við með hérna, sem sagt, 49 Newtonmetra sinnum 1000 pi og sinnum 1450 og deilt með 60 þá fáum við 7440 vött eða 7,44 kW. Síðan, 99, mótorinn eftir 15 kW. Hvort er þetta aflið út eða aflið inn á mótorinn? 15 kW. Út. Þetta er alltaf út. Það er alltaf merkt á mótorinn aflið út. Við þurfum að reikna aflið inn eða við þurfum að finna út hvaðan tekum við straum og svo framvegis. En allt í lagi. 1460 snúningar á mínútu, hvernig til snúningsvægi hefur hann við mállestun. Mállestunin er þessi sem er 15 kW. Og þá setjum við þetta inn í formúlan, þá snúðum við inn á þetta snúningsvægið er hérna F-ið, jafnt og P út sinnum 60 deilt með 1000 pi sinnum litla n sem er snúningsvægið. Þess að 15.000 sinnum 60 deilt með 1000 pi sinnum snúningsvægið 1460. Og það fáum við 98 Newtonmetra. Hver stór það er ræsistraumur meðalstórs skammhlaups-mótors miðað við málstraum hans. Og þetta sjáum við helst í gögnum frá framleiðendum
Þetta sagt frá þessu í bókinni að það sé það til 6 til 7-faldur málstraumur mótorsins sem að ræsistraumurinn Það verður að tala eitthvað mótora frá svona 3 eða 4 kW upp í hvað meðalstórir í svona 70 kW eða eitthvað svoleiðis. Og hvað það meðalstórt kannski. Og hérna þá það næsta mál. Hvenær heppilegt að nota stjörnuþríð ræsingu? Ég hef sagt að þegar álag lítið eða ekkert á mótor eða allavega undir 50% í ræsingunni. Og þegar við þurfum að minnka ræsistraum. Og síðan í 12 nefnum dæmum þegar að stjörnuþríðsræsing gengur ekki að það þegar að álagið í ræsingu meira en 50%, sem hérna mótorinn meira en 50% lestaður, þá ekki hægt að stjörnuþríðsræsa hann. Og einnig ef að spennumerking mótorsins passar ekki. Ef að kerfisspennan ekki sama á lægri spennumerkingin á mótornum, að þá gengur það ekki heldur. Þannig að til dæmis í 3 fasa 4-volta kerfi þá þarf mótornum að vera merktur 400/690 volt, eða 380/660. Þegar lægri spennumerkingin á mótornum verður að vera sama spenna og kerfisspenna. Í 1913 þá þetta í rauninni svona úrelt spurning mismunandi hraðastyrku brystungsmótora. Þetta nú aðalega orðið núna gert með svokallaðri púlsvíddarmótun. Þessi hraðastyrking með rauðbreytum sem sagt variable frequency eða variable voltage variable frequency breytir spenna, breytir tíðni. Þetta orðið úrelt aðferð. Þess vegna gerist þetta sjálfkrafa að spennan breytist og tíðnin líka þegar við erum með svoköldu púlsvíddarmótun eða pulse width modulation eins og heitir á ensku. Það kemur fram hérna, pulse width modulation. Og þá getum við verið með mismunandi hraða á mótornum og þá ferðið þannig fram að við hefum við annaðhvort einfasa inn, fasa á 0 hægt að vera þannig, en yfirleitt það kannski bara upp í ákveðnum stærðamótorum, kannski bara upp í 4 kW. Eftir það þarf það að vera 3 fasa. En þá
þurfa að breyta reiðspennunni í jafnspennu og það er gert hérna með ef það væri einfalt þá væri það náttúrulega 4 díóður, ef það fannst á 0 þá væri 4 díóður, en í þriggja fasa þá væri við með 6 díóður hérna, breyta þessa reiðspönnu í jafnströmm, plús hérna ofanverðu og mínus hérna neðanverðu og þessi spóla hérna hún er til þess að minnka truflanir frá þessu búnaði hér sem er svokallaður áreiðni eða breytir sem sagt jafnspennu í reiðspennu og þá getur komið þess að há tíðni út frá því sem getur truflað ýmsan annan búnað. Er þetta bandasfilter? Já, þetta er þannig filter kallað að þú hérna stoppar hátíðni. Já. Sko, ef þú væri með hérna bandpass, þá myndi færi eitthvað ákveðið tíð í gegn, sko. Já, það er lókasfilter. Já, lókasfilter, það er líka til. En þarna ertu aðalega að hérna hindra það að hátíðnin trufli hérna út á netið. Sía hátíðnin í burtu og það gerur líka með þéttinni. Þegar tíðnin komið upp fyrir eitthvað ákveðið mark þá skamhleypir þessi þéttir hárri tíðni og svo það eru náttúrulega fleiri mismunandi þéttar inn í þessu, þetta er bara einföldun á þessu því að svo eru aðrir þéttar sem eru líka í rauninni að geyma svolítið raforku ef að það eru einhverjar skyndilega reytingar í átaki á mótornum eða eitthvað slíkt þá verður minna vaktið það og mótornum heldur sínum streiki betur því að við erum með allt sem að geymst líka á þéttunum og hann náttúrulega jafnar líka spenna aðeins þó að það sé mjög lág áraspenna hérna og eftir 3,5 hérna. Þannig að þetta kallast þess að DC bus filter, þessi þéttar hérna og þeir hérna eyða hátíðni líka í burtu og en svo hefur við sérstaklega transistora sem eru kallaðir insulated gate bíbóratransistorar. Það getur verið að það sé reyni bara notað núna í þetta sem sagt MOSFET transistor meira og minna. Kannski þeir eru orðið kannski bara flugri og einfaldara kannski notað á. En á tímabili voru þessi EGBT, insulated gate bíbóratransistorar notaðir í þessar hraðastýringar og þá insulated gate af því það er svona hátt viðnám, inngangsviðnám á þetta. Það er svona MOSFET inngangar hérna og seinni hlutinn í hlutinum var bíbóratransistor eins og við þekkjum úr rafeindatækninni, eins og NPN-transistor eða PNP-transistor og PNP-transistor hérna ofanverðu til dæmis og NPN-transistor hérna neðanverðu. Og síðan tengjast þessir 3 fasar hérna út á mótorinn og þá notum við þessar hérna 6 transistora til þess að búa til tíðna. Og þá er sem að slökkva og kveikja á þeim eftir ákveðnu munstri og spennan hækkar skrekri skref hérna og upp í hámark og síðan tíðnar hérna niður og þetta er gert með þessari púlsskiptarmótor. Þannig fáum við fram reiðbylgju, mismunandi tíðni og hérna getum við stjórna hraðanum á mótornum. Og eins og það er ekki sýnt hérna en við getum líka með því að vera til dæmis með annað aðra svona brú sem að stýra
þá getum við nýtt hemlunar orku frá mótornum tilbaka inn á jarðströmskerfið sem við kallaðum DC-bus. Ok, nóg það í bili. Mjúkræsar eru líka notaðir við mótora, við þryggjarfasmótora, og íhlutirnir sem notaðir þá eru týristorar og þessi eru svona díóður með setningu stýriskauti. Getur við svo díóður tátt er þetta sínt, en svo er þetta stýriskaut sem að við kalla gate og við stjórnum hvenær við opnum þetta. Og þá getum við séð hérna, við erum að í byrjun þá leiðir stýristorinn mjög lítinn hluta af reyðbílnum, þá fær mótorinn mjög lága spennu og þegar það var lítinn straum í ræsinu. Síðan gefur við alltaf meira og meira. Þess að opnum fyrir stýristorinn fyrr í reyðbílnum og þá fáum við herra og herra spennu yfir á hvern fasa og klippum við minna og minna af reyðbílnum þar til að mótorinn fær fulla spennu. Það erum ekki að klippa af í lokin þegar það komum með þá fullt afl. En þannig vinnur mjúkræsi með þessum 6 týristorum. Það getur verið líka að það sé stærri týristorar, það sé einn fasinn, bara tengist til það beint og þessu sé stjórnað með þessu, það er líka til, bara með 4. En það er svona algengra að það séu allir 6 týristorar notaðir. Svolítið eftir stærðsmótora. Og svo er bara almennt hérna, hér er mæling á straumtöku og við getum beðið að hann taki ekki meira en eitthvað ákveðið prósentu hlutfall af málstraum í ræsibæi. Þess vegna þarf að fylgjast með straumnum og síðan fer þetta inn á tölvur, búnað og hann stýrir þá hvenær opnað er fyrir straum í gegnum týristóra og til þess að fá þetta fyrst lága spennu á hvert flas því að þetta er í raun og þá bara sýndur einn fasi hérna þetta er einn af 3 fasina sem við erum að stjórna. Mjúkræsi, hvernig hann er soft start, það er mjúkræsi og við tökum æfingu í þessu í loka pakka. Þá erum við komin í gegnum þetta. Við eigum eftir smá tíma. Við erum í þetta. Svona. Í 14. dæminu hérna 1914 þá höfum við 3 fasa skammtafsmótor sem er merktur 220/380 volt. Þetta er gamla verkingin, spennuverkingin. Við sjáum mjög víða ennþá. 3 kilowött sem að þýðir það að þetta er aflið sem að mótorinn gefur út á öxul og raunafstöðin Hosins speed er 0,81. Hve mikið afl tekur þessi mótor frá 380 volta neti reiknað er með nýtninni 80%. Og þarna er verið að hendi okkur á hellinga alls konar upplýsingum, góðspí og spennumerkingu og allt mögulegt. En við nýtum í rauninni bara raunaflið sem hann skilar frá sér og nýtnistöluna, þess að 0,8. Þegar tóndað í þessu 80%. Segjum 3000 deilt með 0,8. Það svo bara snúa nýtniformúlinu rétt til að reikna aflið inn sem er þá hærra heldur en það sem gefur út og sem er þá 3750 vött. Í 1915 þá höfum við 3 fasa skafljónsmótor sem er merktur 7,5 kW. Spennumerkingin 220/380 volt.
Og þetta passar saman sem sagt að við lægri spennu þá aflögsstraumurinn eða málstraumurinn 27 ampere. Þess að við lægri spennu 220 volt þá tekur hann 27 ampere, en við hærri spennu 380 volt þá tekur hann 15,6 ampere. Raunaflstöðunin Ósví 0,85. Fyrst spurt hvernig á að tengja mótorinn við 220 volta ristfjölstöð. Við erum að tala alltaf lægri spennumerkingin á við þríhyrningstengingu. Og ef það 220 volta spenna þá verður það að tengja mótorinn í þríhyrning til þess að hann gefi okkur fullt afl. Og síðan í bili, hve mikið afl tekur hann við mállestur. Þess að aflið inn. Og þá höfum við upplýsingar strauminn og við gerum þá ráð fyrir því að við erum að nota spennuna 220 volt eins og var spurt þá í síðast í aðeinu, og þá setjum þetta inn í formúluna fyrir afliðinn. Það rótina fremur, sem spennan 220 volt, sem 27 ampere, þau eru þessi 27 ampere miðað við 220 volt spennu. Og raunaflstöðunin 0,85 og þá fáum við 8745 vött sem aflið inn. Og þá getum við reiknað nýtni mótorsins við þetta álag. Hann merktur sem sagt 7,5 kW, það P út, deilt með það sem við vorum að reikna aflið inn, 8740, og út frá því fáum við nýtni töluna 0,8576. Hér 1916, þar þriggja-fasa skaflungsmótor, hann tengdur 380 volta netti, tekur þá 11,7 ampere. Afstöðunin 0,78 og nýtnin 84%. Og svo spurt hve miklu afli skila það þýðir út. Þá þurfum við að nota nýtni töluna. Getur nýtnin gefin í prósentum, að deila með 100 hérna, þá notum 0,8 eða býtum við. Já. Við getum reiknað út aflið inn og marknum svo með 0,84. Sem sagt, P út jafnt og aflið inn, P inn sinnum nýtingar. Við getum reiknað aflið inn, það gefið nógu mikið upplýsingum fyrir það. Við höfum spennu, við höfum straum og raunaflstöðu. Og þá notum við rótina fremur vegna þess að þetta þriggja fasa. Alltaf á munum til að nota rótina fremur þegar við höfum þriggja fasa. Og þá það sinnum spennan, rótina fremur sinnum spennan 380 volt, sinnum straumurinn 11,7 ampere, sinnum raunafstöðin 0,78 og svo að lokum sinnum nýtnitalan 0,84. Og þá fáum við það að aflið út 5 kW eða 5045 vött. Og þá spurt hérna í bílinn hve mikið afl tapast í mótornum. Og þá það mismunurinn á aflinu inn og aflinu út. Þá höfum við aflið inn, við reiknum það ekki sérstaklega, en það það sem við fáum út.
en við mörgum bara saman. Við rótar 3 sinnum 80 volt sinnum 11,7 sinnum 0,78. Þá fáum við 6006 vött og drögum svo frá aflið út sem 5045 og mismunurinn 961 vött sem fer í hvað? Í hita. Já, alveg rétt. Aðallega í hita, þess að í varmaorku eða varmaafli áttak sem varma og líka smá sem kannski núningstöp í lögur, og einhver núningstöp varðandi núning viftunar við loftið. Því að mótorinn þarf að vera að blása loftið líka til þess að kæla. Þetta mjög lítið. Samt og telli það. Þá erum við komin í gegnum 16 dæmi í kaflanum og þá skulum við segja þetta gott í dag.